Til máls tekur hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bjarni Benediktsson. Frú forseti. Í dag ræðum við vantraust á ríkisstjórnina, kröfum þingrof og kosningar. Tillagan er lögð fram fyrir hönd allra þeirra sem gefist hafa upp á ríkisstjórnarsamstarfi Jóhönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar. Við erum að færa ríkisstjórninni skilaboð frá þjóðinni að henni er ekki treyst. En þetta snýst ekki einungis um ríkisstjórnina. Með kröfum kosningar erum við að bjóða nýtt upphaf og gefa fólkinu í landinu kost á því að velja á milli ólíkra leiða út úr því ástandi sem hér ríkir. Það sem við erum að segja hér að þingið þurfi að endurheimta trúnað og traust kjósenda. Allra þeirra sem gera þá einföldu kröfu að Alþingi vinni í þeim málum sem mikilvægust eru fyrir þjóðina hverju sinni. Það verður ekki deilt að milli stjórnmálaflokkana ekki ágreiningur það markmið að bæta lífskjör þjóðarinnar, en leiðirnar að því markmiði eru gjörólíkar. Ríkisstjórnin eins og grindahlaupari sem missteig sig í upphafi en heldur hlaupinu áfram, hefur aldrei náð taktinum, fellir hverja einustu hindrun á leið sinni. Og það hefur enginn lengur nokkra einustu von að hún muni skila sér í mark með nokkurri reisn. Frú forseti, bersýnilega nær tillaga vantraust ekki fram að ganga, jafnvel þótt hún njóti stuðnings allra stjórnarandstöðu þingmanna. En staðreynd að margir í stjórnarliðinu hafa beinlínis gefið tilefni til þess að leggja slíka tillögu fram. Þingmenn Samfylkingarinnar hafa gert það með ummælum ónýta efnahagsstefnu. Ég nefni hér hv. þingmann Sigmund Erni Rúnarsson sem setti ríkisstjórnina á 2 mánaða skilorð vegna atvinnumála fyrir hálfu ári síðan. Skilorðinu hefur ekki verið aflétt, enda ekki eins og ríkisstjórninni hafi tekist að sannfæra þá sem eiga allt undir því að hér verði fjárfest, aðila vinnumarkaðarins, að hér væri að skapast umhverfi fyrir fjárfestingar og vöxt í atvinnulífinu. Nei, þeim hefur ekki einu sinni tekist að sannfæra sitt eigið fólk að þau hafi fundið leiðina út úr efnahagsvandanum. Frú forseti, nú fá þeir þingmenn sem hafa efast leið ríkisstjórnarinnar í atvinnumálum tækifæri til þess að lýsa áliti sínu á stöðunni. Margir þingmenn Vinstri grænna, þeir sem beinlínis hafa ekki nú þegar yfirgefið þingflokksinn, hafa lýst vanþóknun á meðferð Evrópusambandsmálsins. Þetta líka tækifæri fyrir þá til að taka afstöðu með sannfæringu sinni og stefnu flokks síns. Að þessu leyti til tillagan lögð fram til að fá á hreint í umboði hvaða þingmanna ríkisstjórnin situr. Það ekki hægt að bjóða þjóðinni upp á málflutning sem þennan, ætli þessir þingmenn ekki að gera hann að úrslitaatriði stuðning sinn við ríkisstjórnina. Í dag taka allir þessir þingmenn ábyrgð á ummælum sínum með atkvæði sínu. Frú forseti, á endanum þá þurfum við í sjálfu sér ekki að vera sammála það á hvaða forsendum við greiðum atkvæði með tillögunni. Með leyfi vitna ég orð hv. þingmanns Atla Gíslasonar, þar sem hann sagði í grein í Morgunblaðinu aðildar- og aðlögunarviðræður ríkisstjórnarinnar vegna Evrópusambandsins. Þingmaðurinn sagði: Hér fullveldis- og sjálfstæðisbaráttu að ræða. Framtíð Íslands, ríkisstjórnarsamstarf í 1 eða fleiri kjörtímabil hjómeitt í þeim samanburði. Það þetta sem þessi tillaga vantraust fjallar Hún fjallar hagsmuni Íslands, uppbyggingu og endurreisn, von og framtíðarsýn. Og þetta þurfa þingmenn allir að gera upp við sig í dag. Þessum miklu hagsmunum, þessum mikilsverðu hagsmunum, fórnandi fyrir minni hagsmuni einstakra persóna hér á þingi og stöðu þeirra í stigveldi stjórnskipunarinnar. Frú forseti, við þurfum í sjálfu sér ekki að leita lengra en í 1. málsgrein stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar til að sjá að henni hefur algerlega mistekist ætlunarverk sitt. Þar stendur, með leyfi forseta: Ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs mynduð
að tryggja efnahagslegan og félagslegan stöðugleika og leita þjóðarsamstöðu leið Íslands til endurreisnar, nýjan stöðugleikasáttmála. Svo mörg voru þau orð. Ég veit ekki hvort ég á að þreyta þingheim með umræðum stöðugleikann og stöðugleikasáttmálann sem aðilar vinnumarkaðarins gengust inn á sínum tíma að gera við ríkisstjórnina, einungis til að vera sviknir allt sem í honum fólst. Og nú svo komið að kjaraviðræður hökta, þrátt fyrir að allar væntingar samningsaðila, allar væntingar þeirra hafi verið keyrðar niður í gólfið. Ef ríkisstjórnin hefði staðið við sinn hluta stöðugleikasáttmálans og verklegar framkvæmdir hefðu náð fram að ganga, hefði fjárfesting á þessu ári, árinu 2011, verið rúmum 100 milljörðum meiri en við erum að horfa fram á. Það skemmst frá því að segja að þessar fyrirætlanir gengu ekki eftir, en loforðið hljómaði vel. Og það hefur ekki skort á áætlanir hjá þessari ríkisstjórn. Það hefur engin skortur verið á fögrum fyrirheitum. Það hefur bara skort verk og efndir. Frú forseti, mikilvægasta verkefni okkar í dag, eftir mikið samdráttarskeið, að tryggja að við getum vaxið inn í framtíðina. Hvarvetna þar sem samdráttar hefur gætt í löndunum í kringum okkur, hafa stjórnvöld lagt höfuðáherslu á að hefja nýtt tímabil vaxtar. Og við skulum leyfa okkur að staldra aðeins við þetta atriði og spyrja, hvers vegna þurfum við hagvöxt? Hvers vegna hann mikilvægur? Og hvernig getum við skapað hann? Þessu var reyndar svarað í minnisblaði sem fylgdi stöðugleikasáttmálanum á sínum tíma. Þar segir: við þurfum hagvöxt til að forða atvinnuleysi sem nú að festa sig í sessi. Við þurfum hagvöxt til að auka verðmætasköpun svo hægt sé að hækka laun. Og við þurfum hagvöxt almennt til að tryggja betri lífskjör í landinu. Við núverandi aðstæður verður hagvöxtur fyrst og fremst skapaður með nýrri fjárfestingu. Hann verður ekki skapaður með auknum opinberum útgjöldum sem við höfum ekki efni á þegar ríkissjóður rekinn með 100 milljarða halla, eins og áttu við á síðasta ári. Og það óraunhæft að ætla að heimilin í landinu muni skapa hagvöxt með einkaneyslu eftir þá miklu kaupmáttarrýrnun sem þau hafa mátt þola undanfarin 2 ár. Nei, það þarf fjárfestingu. Hún grundvöllur þess að hér fari atvinnulífið að vaxa. Og áherslur okkar sjálfstæðismanna í efnahagsmálum hafa miðað að því að eyða óvissu og nýta fjárfestingartækifæri sem okkur bjóðast. Við þurfum að hvetja atvinnulífið af stað. Hvað hefur ríkisstjórnin gert? Hún hefur skapað óvissu og hún hefur hafnað því að nýta tækifærin sem okkur hafa staðið til boða. Þeirri stöðnun sem hún ber ábyrgð á má lýsa sem almennu átaki gegn atvinnuuppbyggingu í landinu. Átaki sem hefur valdið gríðarlegu tjóni og mun einungis aukast að óbreyttu. Hún hefur skapað óvissu með því að setja á dagskrá innköllun aflaheimilda í sjávarútvegi fyrir rúmum 2 árum, en hún hefur ekki enn svarað því hvað eigi að taka við. Það því óhætt að segja að hún með athugun á endurskoðun fiskveiðistjórnarkerfisins í skrúfunni. Hún hefur líka valdið óvissu með sífelldum skattahækkunum og skaðlegum breytingum á skattkerfinu sem fylgt var eftir með orðunum "You ain't seen nothing yet". Með þessu og hótunum þjóðnýtingu fjárfestinga erlendra aðila í landinu og með því að festa gjaldeyrishöftin í sessi virðist ríkisstjórnin stefna að því að halda íslensku atvinnulífi í eilífri eyðimerkurgöngu. Frú forseti, ég ætla að leyfa mér að vitna hér í ræðu fyrrverandi stjórnarandstöðuþingmanns. Þar sem sagði: þegar slíkar blikur á lofti og kjarasamningar framundan þarf þjóðin fyrst og fremst á að halda sterkri og samhentri ríkisstjórn sem eyðir þeirri óvissu sem hvarvetna ríkir í efnahags- og atvinnulífinu. Ríkisstjórn sem hefur traust aðila vinnumarkaðarins í erfiðum kjarasamningum sem framundan eru. Þá traustu leiðsögn sem þjóðin þarf á að halda þessi ríkisstjórn ófær að veita vegna innbyrðis sundurlyndis og stefnuleysis við stjórn landsmálanna. Frú forseti, þetta sagði hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir í október 1994 í umræðum vantraust á ríkisstjórn.
þessi ummæli féllu 17 árum of snemma. En svo vitna sig hæstv. Forsætisráðherra á ný, þá hlaut þeirra tími að koma. Lykillinn að viðreisn landsins sá að skapa verðmæti. Það þarf að greiða fyrir innlendri og erlendri fjárfestingu og sá fræjum fyrir uppskeru sem skila sér í atvinnu á næstu árum. Íslenska þjóðin þarf sárlega á hagvexti að halda svo skapa megi störf handa þeim þúsundum Íslendinga sem nú ganga atvinnulausir. Ríkisstjórnin hefur reynst óhæf til að leysa þessi verkefni. Og listinn reyndar langur. Óvissa í rekstrarumhverfi, fjandsamleg afstaða gagnvart fjárfestingum, skattarnir sem ég hef hér minnst á, auknar álögur á öllum sviðum, skuldavandi heimila og fyrirtækja viðvarandi, landflótti vegna atvinnuleysis. Það segir meira en mörg orð stöðuna þegar Íslendingar sem fara inn á vef Vinnumálastofnunar sjá að þar stendur til boða aðstoð við atvinnuleit í útlöndum. Vandinn sá að ríkisstjórnin hefur engan raunverulegan vilja til samstarfs, hvorki við aðila vinnumarkaðarins né á hinu pólitíska sviði. Berlega kom í ljós þegar ákvörðun var tekin á fundi Norður-Atlantshafsráðsins að taka yfir hernaðaraðgerðir í Líbíu að samráð ekki haft, ekki einu sinni milli flokkana mikilvægar ákvarðanir. Öll sú orka sem á að fara í að vinna þjóðinni gagn fer í innanflokks átök. Stjórnmálaflokkarnir jafnvel ósammála þau mál sem þeir leggja sjálfir fram hér á Alþingi. Umsókn Íslands aðild að Evrópusambandinu, fyrningarleið í sjávarútvegi og fjárlög. Allt eru þetta dæmi mál sem hafa orðið að deiluefni bæði innan stjórnarflokkana og ekki síður á milli þeirra. Einn stjórnmálaflokkur, Samfylkingin, hefur sett endurreisn landsins í gíslingu í einstrengingslegum tilraunum sínum til að þvinga þjóðina inn í Evrópusambandið. Studda Vinstri grænum sem flestir virðast láta sér vel líka, þrátt fyrir stefnu flokksins í allt aðra átt. Augljóst að aðild að Evrópusambandinu í andstöðu við meginþorra þjóðarinnar og aðildarferlið einungis til þess fallið að auka enn frekar á sundrungu og erfiðleika hennar. Grunngildi og lög hafa verið virt að vettugi hjá stjórnarflokkunum. Forsætisráðherra hefur brotið jafnréttislög og umhverfisráðherra var dæmdur fyrir lögbrot í tengslum við aðalskipulag Flóahrepps. Forsætisráðherra hefur í raun og veru, eftir að hún sjálf lagði til við þingið og fékk það samþykkt að úrskurðir kærunefndar jafnréttismála væri bindandi, þá hefur hún bara 2 valkosti. Annar sá að höfða dómsmál til að fá niðurstöðunni hnekkt, hinn sá að semja við þann sem brotið var á. En hvað velur forsætisráðherrann? Að skipa enn innan nefndina. Hún setur málið í nefnd og reynir að forðast sína eigin ábyrgð. Nú skemmst að minnast þess að fyrstu almennu kosningarnar í landinu voru dæmdar ógildar. Það gerðist á vakt þessarar ríkisstjórnar og í framhaldinu sniðgekk stjórnarmeirihluti niðurstöðu Hæstaréttar Íslands. Frú forseti, ríkisstjórnina skortir traust. Ríkisstjórnin hefur ekki stuðning fólksins í landinu. Hún forgangsraðar enda ekki í þágu Íslendinga. Hana skortir framtíðarsýn. Ríkisstjórnina skortir skilning á því að í mannauði þjóðarinnar felast verðmætin. Við þurfum að virkja kraftinn í fólkinu í þessu landi til þess að komast af stað, til þess að hefja nýja lífskjarasókn. Hæstvirtir ráðherrar, Jóhanna Sigurðardóttir og Steingrímur J. Sigfússon, þau hafa fengið umboð, þau hafa fengið tíma og þau hafa fengið tækifæri til að leysa vanda þjóðarinnar. Þeim hefur algerlega mistekist þetta ætlunarverk sitt. Hagsmunir þjóðarinnar krefjast þess að boðað verði til kosninga hið fyrsta. Af öllum framangreindum ástæðum hér lagð fram vantrauststillaga á ríkisstjórnina sem hlýtur að njóta stuðnings allra þeirra sem hér sitja í stjórnarandstöðu og þeirra sem ætla að standa við stóru orðin og sitja í stjórnarliðinu. Og í tillögunni felst jafnframt að gengið verði til kosninga þannig að við getum endurheimt virðingu og traust þessarar mikilvægustu og valdamestu stofnunar landsins. Njóti hún ekki trausts,
eru forsendurnar fyrir uppbyggingunni ekki til staðar.